Það sem fékk mig til þess að velja MBA-námið við Háskóla Íslands var fyrst og fremst að ná mér á íslensku. Það sem ég sá líka sem mikinn hag bara tengslanetið sem að kennararnir hafa að fá gestafyrirlestra frá íslenskum fyrirtækjum sem að styrkir mig í því að bara skapa góð tengsl við íslenskt viðskiptalíf. Tengslanetið sem ég hef myndað í þessu námi alveg ótrúlegt bara nú þegar og það líka bara það að þegar við förum inn í þessu hópaverkefni og nálgast kannski stjórnendur í fyrirtækjum, bara það að segja að við erum að gera verkefni fyrir MBA-nám í Háskóla Íslands, það opnar hurðina. Og þú kemst í færi við fólk úr atvinnulífinu sem þú áttir aldrei von á að setjast niður með og fá að komast inn í hausina og skilja af hverju tekur þessi ákvörðun og hvaðan kemur. Þannig að tengslanetið orðið gríðarlega sterkt og það sem hefur komið fyrir mig að ég er komin inn í hóp af konum í stjórnendastöðum sem ótrúlega dýrmætt að geta speglað sig í og lært af og það ótrúlega gott að þú sérst með eitthvað til að spegla þig þegar þú ert á þessari vegferð. Að púsla saman vinnu, einkalíf og skóla að sjálfsögðu kannski ótrúlega mikið þegar þú hugsar út í það. En þetta hægt. Ég held að ég sé lifandi sönnun þess að það hægt að eiga 3 börn, fara í MBA-nám og skipta vinnu. En þetta krefst að sjálfsögðu góðra samskipta við fjölskylduna og við vinnustæðin. Það rosalega mikilvægt að vinnustæðurinn sé að styðja þig áfram í þessu. En að sjálfsögðu þetta búið áskorun fyrir fjölskylduna en við tókum þessa sameiginlegu ákvörðun til að gera þetta. En það sem gerist að tíminn sem átt með börnum og fjölskyldunni, hann verður betri. Verður miklu betri af því að þú forgangsraðar honum. Og undir svona miklu álagi, þá sérðu hvað mikilvægt. Auðvitað fjölskyldan það dýrmætasta sem þú á, en það dásamlegt að finna þennan stuðning og það kemur bara fólk og það hjálpar þér. Og þú kemst í gegnum þetta. Og þetta að fara í MBA-nám besta ákvörðun sem ég hef tekið af því að þetta hefur styrkt mig sem einstakling og ég í alvörunni fullviss það að ég sé betri móðir og ég sé betri starfsmaður fyrir vikið.